diretor
Góðan dag og verið velkomin á 48. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Þetta merkisdagur í dag þar sem þetta fyrsti fundurinn í nýja stjórnsýsluhúsinu hér á Laugum sem að fær nafn von bráðar eftir nafnasamkeppni. Getum vonandi tilkynnt það á næsta fundi. En já, ég set samsagt fundin. Einhver athugasemd við fundaboð? Svo ekki. Það eru 28 mál á dagskrá og það óskað eftir að bæta 2 málum inn á dagskrá sem tekið verða fyrir með afbrigðum og það sem lið númer 5 erindi varðandi slægjufund 2024. Getið þið samþykkt það? Gefið þið merki? Það samþykkt samhljóða. Og sem lið númer 10 á dagskrá í dag beiðni lausn frá störfum í sveitarstjórn frá Helga Héðinssyni. Getið þið samþykkt það? Og það samþykkt og þá munum við taka þessi 2 mál inn á dagskrána. Það fullmætt á þennan fund og hér eru Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson og Haraldur Bóasson og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir sveitarstjóri og Margrét Hólm Valsdóttir sviðsstjóri. Fyrsti liður á dagskrá skýrsla sveitarstjóra og gjörðu svo vel, Ragnheiður. Takk fyrir. Oddviti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú virðist sem árstíðasveiflu ferðaþjónustan sé farið að gæta í íbúafjölda og fækkaði 5 milli mánaða, en nú erum við samt sem áður 1556. Nú í lok síðustu viku voru skrifstofur sveitarfélagsins lokaðar vegna flutninga í þetta nýja stjórnsýsluhús sem við erum hér í dag, en þetta fyrsti fundur sveitarstjórnar hér í húsinu. Óhætt að segja að hér mun fara vel starfsfólk sem og nefndar og sveitarstjórnarfólk því aðstaða öll hinn besta. Fyrir sumar var kallað eftir tillögum frá íbúum að heiti á stjórnsýsluhúsinu. Mikil þáttaka var og bárust yfir 60 tillögur að nöfnum á húsið. Síðari haust verður formleg opnun og opið hús og þá verður nafnið kynnt formlega. Nú rétt áðan voru við 3 hér fulltrúar og sveitarstjórn og ég að koma úr Kröflu þar sem ráðherra undirritaði samkomulag fjárveitingu til KMT verkefnisins og þetta verkefni skiptir miklu máli fyrir Þingeyjarsveit og mun vera okkur til framdráttar. Stýrimótur og stefnumótunina hefur verið að störfum og funda reglulega með ráðgjöfum og við teljum að nú sé vinnan á loka stigi. Það var auglýst eftir slökkvilistjóra hér fyrir nokkru og ferlið hefur nú tekið heldur lengri tíma heldur við ætluðum, en það má segja að við séum komin alveg á loka metrana og ég reikna með að ég muni boða til auka sveitarstjórnarfundar í næstu viku til að staðfesta ráðningu. Og hér í dag verður síðan tekin fyrir samstarfssamningur við Landsvirkjun ráðningu verkefnastjóra í 50% starf með starfsstöð í Gíg. Verkefnastjóri verður í 50% starfi á Þingeyjarsveit og 50% starfi fyrir SSNE. Og einnig verður tekin fyrir og eftir samningur við SSNE vegna þess starfs. Helstu verkefni þessa verkefnastjóra verða verkefni á sviði umhverfis- og atvinnuþróunar hjá sveitarfélaginu og SSNE, svo sem græn skref og loftslagsstefna sveitarfélagana, samantekt og miðlun upplýsinga, önnur tilfallandi verkefni sem tengjast samfélags- og sjálfbærnimálum, sem og verkefni tengt fjölnýtingu jarðvarma og atvinnu uppbyggingu í Þingeyjarsveit. Þetta afrakstur talsverðara vinnu sem hefur farið fram með Landsvirkjun í gegnum stýrihóps atvinnu uppbyggingu í sveitarfélaginu. Þetta mikilvægur áfangi fyrir okkur og því óhætt að segja að verkefnin eru næg sem þarf að vinna að. Reglulegur íþróttaakstur með nemendur Þingeyjarskóla og Reykjahlíðarskóla íþróttir á Laugum hafinn. Samstarf skólan á þessu sviði fer vel af stað. Sviðsstjóri, sveitarstjóri og oddviti fóru nú í síðustu viku á ráðstefnu í Fjallabyggð tæknilausnir
til að gera eldri borgurum lífið léttara og auðvelda þeim að búa lengur heima. Margvíslega lausnir voru kynntar, meðal annars heimavitjanir gegnum skjá og til að skipuleggja þjónustu við eldra fólk. Verkefnastjóri og fjölskyldsviði að taka saman upplýsingar heilsueflingu 60+ í sveitafélaginu í samstarfi við Heilsueflandi samfélag og Ísland.is sem undir landlæknisembættinu og Bjartan lífstíls. Þessar upplýsingar munu birtast á vef verkefnisins. Fyrirlestrar fyrir íbúa Þingeyjarsveitar áföll og andlega heilsu verða 9. og 10. október næstkomandi. Áföll og andleg heilsa þekkir þú þín bjargráð og eru þau þér gagnleg. Díana Ósk Óskarsdóttir, doktor í félagsráðgjöf og faglegur handleiðari og teymisstjóri í stuðningsteymi starfsfólks hjá Landspítalanum mun sjá þessa fræðslu og þetta verkefni hlaut styrk úr lýðheilsusjóði. Ungmennaþing SSNE verður haldið á Breiðumýri 14. og 15. október næstkomandi og undirbúningur þar í fullum gangi. Það búið að ráða starfsfólk í félagsmiðstöðvar Stórutjarnaskóla, Þingeyjaskóla og Reykjahlíð. Félagsmiðstöðvarstarfið hafið og skipulagðir eru 4 sameiginlegir hittingar allra útstöðvana í vetur. Fyrsti sameiginlegi hittingurinn á morgun, miðvikudag, það verður vísu í gær, en hér á Laugum. Félagsdagur eldri borgara í Dölunum farið af stað en því miður hefur ekki tekist að ráða starfsmann við félagsstarfið í Mývatnssveit. Hefur það verið auglýst tvisvar en engar umsóknir hafa borist. Framkvæmdir við göngustíg í Mývatnssveit hafa gengið vel og nú verið að leggja grunninn að stígnum við Skútustaði og verið að endurnýja hitaveituna samhliða. Ef við förum aðeins yfir forsöguna þá var skrifað undir fyrsta samningu við Vegagerðina hönnun og framkvæmd göngustígsins árið 2019. Þessi áfangi var frá Reykjahlíð að Dimmuborgum. Seint á árinu 2020 var skrifað undir hönnunar og framkvæmdasamningu annan áfanga frá Dimmuborgum og Skútustöðum. Framkvæmdir hafa gengið samkvæmt áætlun sem gerður ráð fyrir síðasti framkvæmda áfangi annars áfanga væri á árinu 2025. Og ef allt gengur óskum og fjármagn fæst þá eigum við að ná að klára þennan áfanga á næsta ári. Á þessum tíma búið að leggja 15 km stíg og malbik 8 km. Frá árinu 2019 hafa rúmar 400 milljónir farið í verkið sem skiptist milli Vegagerðarinnar og sveitafélagsins, 70% greitt af Vegagerðinni og 30% af sveitafélaginu. Hlutur sveitafélagsins á þessum tíma hefur verið 120 milljónir. Jafnframt þarf við huga að áframhaldandi samningi Vegagerðina hönnun og framkvæmd á 3. áfanga. Sveitarstjóri og oddviti hafa fundað með fulltrúum Samherja vegna fiskþurrkunar á Laugum. Einnig funduðu fulltrúar Samherja með sveitarstjórn. Fiskþurrkunin fékk nú í síðustu viku framlenging á starfsleyfinu til 6 mánaða. Það væri haldnir 2 fundir vegna nýrra samninga barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra. Fyrir í fundinum í dag liggur tillaga nýju nafni fyrir barnaverndarþjónustuna sem sameinaðist barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar fyrr á árinu. Ég og sviðstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs funduðum með Vegagerðinni vetrarþjónustu og reglur þar Við funduðum einnig með Eflu vegna hönnunar á göng- og hjólastíg við Mývatn. Þar á eftir að hanna brýr sem verða á stígnum, þá einnig eftir að hanna þveranirnar við Dimmuborgir og Reykjahlíð og svo bíðum við líka eftir samþykki landeiganda Reykjahlíðar varðandi tenginguna yfir þjóðveg 1. Við leggjum áherslu á að það verði hægt að klára þessa hönnun sem og hönnun milli Skútustaða alltaf gerðist en þar var á áætlun að fara með hitaveituna nú í haust. Búið að koma á reglulegum fundi með sveitarstjóra og fjármálastjóra Norðurþings varðandi þá samninga sem við erum með við sveitarfélagið. Ég og sviðstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs sátum fund þar sem fórum yfir framkvæmd samningsins og mikilvægi þess að regluleg upplýsingagjöf sé okkar á milli. Einnig búið að koma á reglulegum fundum með sviðstjóra fjölskyldusviðs og félagsmálastjóra Norðurþings og allt þetta gert til þess að styrkja samstarfið og við séum betur upplýst hvað verið að vinna hjá okkur. Við erum komið með 2 tilboð í öryggisáætlun fyrir sveitarfélagið sem við leggjum fyrir byggðarráð til ákvörðunar á næsta fundi þess. Hægt verður að byrja vinnuna á þessu ári. Ég fundaði með forsvarsmanni golfklúbbsins í Mývatnssveit þar sem þeir voru óska eftir endurnýjun styrktarsamning. Við vorum 3 sem funduðum með forsvarsmönnum dvalarheimilis aldraðra vegna möguleika á uppbyggingu búsettaréttar íbúða fyrir eldra fólk í sveitarfélaginu.
Svo óskaði Framsýn eftir fundi með sveitarstjóra og oddvita vegna fiskþurrkunar og laugum og áttu við góðan fund með þeim vegna málsins. Ég og oddviti funduðum með fulltrúum umhverfisráðuneytisins vegna beiðni sveitarfélagsins friðun á hverasvæðinu og Þeistareykjum. Var það góður fundur og við erum bjartsýnar á að við munum að hverasvæði muni fá friðun. Ég átti fund með Jöfnunarsjóði þar sem við ræddum meðal annars sérstöðu Þingeyjarsveitar á mörgum sviðum eins og ég hef gert alloft og ég ítrekaði beiðni okkar greiningu á framlögum til sveitarfélagsins. Og svo satt ég fund með ásamt 2 sveitarstjórnarfulltrúum málefni flugklassans þar sem meðal annars var rædd framtíð hans. Þingeyjarsveit hefur lagt áherslu á starfsemi klassans haldið áfram því það ljóst að hann hefur skilað ferðaþjónustunni í sveitarfélaginu miklu. Við ásamt fulltrúum Vegagerðarinnar funduðum með landeigandafélagi Reykjahlíðar vegna tengingu við þjóðveg 1 í Reykjahlíðarþorp og ég vonast til að fá svar frá þeim nú í lok mánaðarins. Haraldur oddviti Skeið- og Gnúpverjahrepps kom til fundar í sveitarstjórn og sagði meðal annars frá skýrslu sem Landsvirkjun lét vinna áhrif virkjana í sveitarfélaginu. Það var fundað með menningarmiðstöð Þingeyinga og fulltrúum Icelandic Roots en þeir eru að vinna verkefni hér á svæðinu sem felst meðal annars í uppsetningu minnisvarða. Ég og oddviti sátum fund með fulltrúum Mývatnsstofu þar sem farið var yfir reynsluna af samstarfssamningi sem undirritaði var snemma á árinu. Voru báðir aðilar sammála að samstarfið hafi gengið vel og mun Mývatnsstofa óska eftir endurskoðun á samningnum í ljósi umfangs og reynslu. Ég satt þennan mánaðarlega stjórnarfund SSNE og liggur fundagerð af þeim fundi hér frammi til kynningar. Ég og sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs sátum stöðufund vegna veituúttektar en úttektin hefur dregist nokkuð á langinn en vonast til að henni ljúki nú í kringum næstu mánaðamót. Ég satt fund með fulltrúum Náttúrufræðistofnunar Íslands vegna leigu á húsinu Kálfaströnd. Það var meðal annars óskað eftir frekara viðhaldi á húsinu og ákveðið var að gera leigusamning til 1 árs að þessu sinni og skoða með lengri samning að ári liðnu og þau óskuðu eftir að sveitarfélagi legði fram áætlun viðhald á húsinu. Fjárhagsáætlunarvinnan komin af stað og nú erum við búin að funda með öllum forstöðumönnum vegna fjárhagsáætlunargerðarinnar og þeir hafa skilað inn sínum tillögum. Ég fór og var viðstödd þegar Framsýn veitti sjúkrahúsinu á Húsavík og Hvammi veglegar gjafir og þar kom fram hversu mikilvægar gjafir sem þessar eru stofnunum og voru þeim færðar miklar þakkir fyrir þessar veglegu gjafir. Samstarfshópur Landsvirkjunar atvinnuuppbyggingu hélt stöðufund þar sem farið verið yfir þau verkefni sem verið að skoða sem og önnur verkefni sem tengt atvinnuuppbyggingu og uppbyggingu atvinnutækifæra á svæðinu. Talsverður tími hefur verið hjá starfsmönnum skrifstofunar í undirbúningi flutninga og í flutningunum sjálfum. Og þetta að segja að starfsfólkið hafi staðið sig frábærlega í þessu og í mikla þakkir skildar. Á næstu vikum munum við halda áfram að koma okkur betur fyrir í nýja húsinu og svo stefnum við á opið hús áður en langt líður og þá verður nýtt nafn kynnt eins og ég kom að hér fyrr. Auk þessa sem upp talið hef ég setið fjölmörg á fundi og fengið fjölmörg símtöl og það óhætt að segja að sé aldrei lognmalla á sveitarstjórnarskrifstofunni. Og þetta svona það helsta frá síðasta reglulega fundi sveitarstjórnar. Takk fyrir. Við þakkum sveitarstjóra fyrir greinagóða yfirferð á helstu verkefnum. Ég held að þetta hafa bara verið toppurinn á ísjakanum. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Þá vindum við okkur áfram í dagskrána og liður númer 2. Það var samstarfssamningur Landsvirkjunar, ráðning verkefnastjóra. Það er lögð fram drög að samstarfssamningi við Landsvirkjun ráðningu verkefnastjóra í 50% starf með starfsstöð í Gíg. Verkefnastjóri verður í 50% starfi hjá Þingeyjarsveit og 50% starfi fyrir SSNE. Helstu verkefni verkefnastjóra verða verkefni á sviði umhverfis og atvinnuþróunar hjá sveitarfélaginu og SSNE, svo sem græn skref og loftslagsstefnu sveitarfélagsins. Samantekt á miðlun sjálfbærni upplýsinga, önnur tilfallandi verkefni sem tengjast samfélags- og sjálfbærni málum,
verkefni tengd fjölnýtingu jarðvarma og verkefni tengd atvinnuuppbyggingu í Þingeyjarsveit. Nú þessi liður og næsti liður þeir tengjast og Ragnheiður Jóna kom aðeins inn á þessa samninga í pistli sínum. Það er spurning, Ragnheiður Jóna, viltu gera frekar grein fyrir þessu ferli? Og Það er spurning hvort ykkur fannst þetta nóg sem ég kom inn á þetta upphafi eða hvort ég vilja segja aðeins frekar frá ferlinu. Bæta við? já, Ragnheiður Jóna gerir örstutta grein fyrir ferlinu. Já, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar, eins og ég kom inn á áðan, þá erum við búin að eiga talsvert marga fundi. Ég og Gerður og Arnór sem sitjum í samráðshópi atvinnuuppbyggingar við Landsvirkjun og við höfum lagt mikla áherslu á að það þurfi að koma hér inn starf tengt atvinnuuppbyggingu og þá með áherslu á fjölnýtingu jarðvarma. Og það eru þó nokkuð verkefni sem að við erum í samtali við Landsvirkjun og það vantar bara einhver til að fylgja því eftir. Og þess vegna við svona lagt þessa áherslu á að fá hér inn starfsmann. Þannig ég tel bara þessi samningur vera bara ákveðin áfangi fyrir okkur og ég fagna honum mjög. Því við sjáum þá að suma af þessum verkefnum sem við höfum ekki náð íta áfram á milli funda, fá kannski einhvern samastað og ætti þá að geta haldið áfram og vinnast hraðar heldur en ella þegar inn á borði hjá ofur hlöðnum starfsmönnum bæði hér og Landsvirkjunar. Þannig að það er svona sagan af þessu og svo er SSNE, við förum í aðeins yfir í þriðja lið og ég útskýri hann, þá er SSNE með 50% stöðugildi sem er ónýtt hjá þeim og þeir komu og lýstu áhuga á að hafa starfið hér í Mývatnssveit í Gíg og það tengdist á einhvern hátt umhverfis- og sjálfbærnimálum. Og þá var það eiginlega svona niðurstaða að leggja það fyrir sveitarstjórn að sameina þessi 250% störf í eitt fullt starf sem hefði þá starfsstöð í Gíg og inni að þessum málum. Og ég held að þetta sé bara mjög gott fyrir okkur því að við sjáum mikil tækifæri líka í samstarfi við SSNE og þeirri atvinnuþróun sem áfar og ráðgjöf sem fer þar fram og það eru fjöldina allur á öðrum verkefni sem eru ekki kannski undir þessu Landsvirkjunarhatti sem okkur vantar líka aðstoð við að ýta áfram og þar kemur þessi starfsmaður líka sterkur inn, þessi SSNE hluta starfsmaður. Þannig ég bara fagna báðum þessum samningum og ég bara vona að þið munu samþykja þá hér á eftir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Ragnheiður Jóna. Orðið er laust. Arnór, gjör svo vel. Svo. Já, oddviti, það var fyrst að fagna því að vera í þessu nýja húsi með þennan fund og það verður að segjast eins og með fullri virðingu fyrir öðrum félagsheimilum sveitarfélagsins að stólarnir hér eru ólíkt betri heldur en þar. En það var útúrdúr. Þetta er merkileg niðurstaða með þessa samninga sem hér liggja fyrir. Þetta er búið að vera baráttumál bæði gagnvart Landsvirkjun og SSNE í þó nokkur ár að fá þessi störf hingað og þetta gjörbreytir möguleikum okkar eins og Jóna kom inn á til þess að fylgja eftir málum. Það er fullt af spennandi hlutum að gerast og það sem Jóna kom inn á í skýrslu sinni KMT-verkefnið sem við vorum á í morgun sem ráðherra var að undirrita fjármögnunar samning á því verkefni til þess að halda því áfram næstu 2 árin að minnsta kosti sem skiptir öllu máli því að staðan var bara þannig að það var ekkert fjármagn klárt. Svona eru þessi verkefni, svona taka þau langan tíma. Þannig að ég held að við mögum ekki heldur gleyma því þegar að vel gengur og þegar tækifærin opnast. Það skiptir gríðarlegu máli. Og fyrst ég er að ræða þetta þá verð ég að segja að mér finnst ótrúlega ánægjulegt að koma upp í Gíg hverju sinni sem ég kem þar og sjá á vissan hátt draumsýnina kviku, nýrra hugmynda og nýrrar þekkingar vaksa þar og dafna. Það er bara ótrúlega gaman hversu vel það hefur tekist og það er svona til marks góða samvinnu ríkisstofnana, ríkisins og sveitarfélagsins að byggja upp starfsstöð
svo þurfum við bara að halda áfram, læra af þeirri reynslu og halda áfram. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu og Eyþór Kári, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk, ég held að sé við hæfi að fagna því að við séum komin í þetta húsnæði að halda fund. Varðandi þessa samninga, eða þennan samning og næsta þá var ég, það var eitt sem að ég sá ekki alveg út úr gögnunum og það var hver ætti að ráða í starfið. Hvort að það væri hlutverk SSNE eða samvinnuhópsins eða okkar eða einhver samband að því. Þannig ég væri ef ég geti fengið svar það þá væri það vel þegið. Já, til að svara spurningunni að þá það SSNE sem að mun auglýsa en með aðkomu þingeyjarsveitar eða sveitarstjóra. Fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá lagt til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki með því réttu bönd. Og það samþykkt, samhljóða. Nú þriðji liður sem að tengist þessum öðrum lið, að það annar samstarfssamningur við, og þá nú við SSNE, lagði fram samningsdrög við SSNE ráðningu verkefnastjóra í 100% starf með starfsstöð í Gíg. Samningurinn byggir á samningi nr. 4686 við Landsvirkjun samstarf. Verkefnastjóri verður í 50% starfi hjá Þingeyjarsveit og í 50% starfi fyrir SSNE. Helstu verkefni verkefnastjóra verða verkefni á sviði umhverfis og atvinnuþróunar hjá sveitarfélaginu og SSNE, svo sem græn skref og loftslagsstefnu sveitarfélaga, samantekt og miðlun sjálfbærni upplýsinga, önnur tilfallandi verkefni sem tengjast samfélags- og sjálfbærnimálum, verkefni tengd fjölnýtingu jarðvarma og verkefni tengd atvinnu uppbyggingu í Þingeyjarsveit. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, en þá vorum við búin að fara svo sem ágætlega yfir það í lið nr. 2. Nú lagt til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Nú fjórði dagskrárliður, það boð aðalfund samtaka orkusveitarfélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund samtaka orkusveitarfélaga sem haldinn verður á Hilton í Reykjavík, Nordica, miðvikudaginn 9. október klukkan 13. Óskað eftir framboðum í stjórn og að þau berist fyrir klukkan 14, mánudaginn 2. október. Orðið laust. Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Og ég að nýta þetta tækifæri þegar ég komin upp í pontu og lýsa því yfir hvað góður hljóðburður í nýja salnum og gott að vera komin hingað. En ég bara fagna því að komið aðalfundarboð og ég ætla bara að benda á að framboð í stjórn, það einhver villa þarna, mánudaginn 2. október ekki til, hann einhver öðru ári. Við þurfum bara að senda þetta þá inn allavega annarkvort fyrir mánudaginn eða 2. október. En ég legg það þá jafnframt til að okkar maður Knútur sem hefur setið fyrir hönd sveitarfélagsins í stjórn orkusveitarfélaga gerir það áfram, en það hefur hann staðið sig með mikil prýði. Takk fyrir. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sín, fleiri sem að vilja taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Ágæta sveitarstjórnarfólk, oddviti fyrirgefðu, ágæta sveitarstjórnarfólk til okkur með húsið og aðstöðuna. Varðandi samtök orkusveitarfélaga þá hafa þau verið prýðilega virkað á síðustu 2 árum og ekki það að það sé endilega mér að þakka, en þarna hefur verið farið í gagngera stefnumótunarvinnu og stjórnin hefur verið virk í umsögnum orkutengd frumvörp og skipað starfsnefnd varðandi skattlagningarleiðir orkumannvirkja.
Það helst til marks hvað árangur hefur náðst að starfshópur varðandi skattlagningu orkumannvirkja horfði talsvert til vinnu samtakanna við gerð tillagna sinna. En þær tillögur eru nú í meðferð innviðaráðuneytis og vonandi sjáum við eitthvað þar frá og fyrirhugað kynning á næsta orkufundi samtakanna sem verður haldinn samhliða aðalfundi samtakanna þann 9. október næstkomandi þar sem fulltrúi ráðuneytis kynnir stöðu þeirra vinnu. Og við erum mjög spennt að sjá hvað kemur út úr því. En ég eins og býð mig fram sem fulltrúa sveitarfélagsins í þessa stjórn, sem fulltrúa á aðalfund samtakanna og jafnframt býð mig fram í stjórn. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki og það komið fram tillaga að sveitarstjórn feli Knúti Emil Jónassyni að sitja fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins og jafnframt að Knútur Emil Jónasson verði tilnefndur í stjórn samtakanna. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður í dag, það slægjufundur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Önnu Dagbjörtu Andrésdóttur varðandi framkvæmd og fjárhag slægjufundar 2024. Venjusamkvæmd slægjufundur haldinn 1. vetrardag ár hvert og í ár ber hann upp á 27. október. Orðið laust ef einhver vill taka til máls. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Já, takk Oddviti og ég vil að sjálfsögðu nýta tækifærið og óska okkur til hamingju með þessa nýju aðstöðu, hún frábær. Það er alltaf heitt hérna en það lítur að lagast. Já, slægjufundur, þetta náttúrulega árleg hefð í Mývatnssveit og árlega upplifun hjá mér að ræða þetta. Þetta hefur verið haldið síðan 1897 í mann rétt og þarna komum við saman og höfum gaman bæði daginn og kvöldið og það er ágætt að fá þetta bréf frá Önnu Dagbjörtu til þess að hægt sé að fara að funda og skipuleggja. Og ég held að sé bara kannski fínt, ég gerir bara tillögu að því að Anna Dagbjört kalli saman fyrsta fund. Þannig að nefndin geti farið að komast að stað. Takk. Ragnhildur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Nú svo ekki. Og það sem sagt erindið kallar einnig á sem sagt styrk og tillaga fyrirliggjandi sveitarstjórn samþykkir að styrkja slægjufund 2024 krónur 375.000 sem tekna verða af lið 05710 og sveitarstjórn leggur til að Anna Dagbjört kalli saman fyrsta fund slægjunefndar. Þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlegast gefið merki og það samþykkt samhljóða. 7. liður í dag, það breyting á heiti barnaverndarþjónustu. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni til staðfestingu á breytingu á heiti barnaverndarþjónustu á svæðinu. Barnaverndarþjónusta Norðurþings heyrir nú undir barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar. Er að ræða sameiginlega barnaverndarþjónustu 10 sveitarfélaga, það Akureyrarbæjar, Dalvíkurbyggðar, Norðurþings, Langanesbyggðar, Tjörneshrepps, Þingeyjarsveitar, Svalbarðsstrandarhrepps, Grýtubakkahrepps, Eyjafjarðar og Hörgárbyggðar. Starfsfólk barnaverndarþjónustu Norðurþings áfram með starfsstöð í stjórnsýsluhúsi Norðurþings á Húsavík. Í ljósi sameiningar lagt til á hálfu fagráðs barnaverndarþjónustunnar að barnaverndarþjónusta Eyjafjarðar fái heitið barnaverndarþjónusta á Norðurlandi eystra. Og einhver sem vil taka til máls? Og svo ekki. Tillaga að bókun eftirfarandi sveitarstjórn samþykki nýtt heiti á barnaverndarþjónustu Eyjafjarðar í barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 7. dagskrárliður kosningar í nefndir, ráð og stjórnir. Fyrir sveitarstjórn liggur fyrir tillaga breytingar á nefndarskipan tímabilsins
2022 til 2026. Breytingarnar eru eftirfarandi. Umhverfisnefnd Arnheiður Rán Almarsdóttir hefur beðist lausnar. Garðar Finnsson sem áður var varamaður tekur sæti hennar í nefndinni og sem varamaður í hans stað kemur inn Jóhanna Björg Jóhannsdóttir. Í atvinnu- og nýsköpunarnefnd eru breytingarnar þær að Jónas Þórórsson formaður víkur sæti úr nefndinni og við stöðu formanns tekur Snæþór Haukur Sveinbjörnsson. Arnór Benónísson kemur nýr inn sem aðalmaður. Breytingar í fræðslu- og velferðarnefnd eru eftirfarandi. Einar Örn Kristjánsson formaður nefndarinnar hefur beðist lausnar og við formennsku tekur Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir. Böðvar Baldursson kemur nýr inn í nefndina. Árni F. Sigurðsson sem verið hefur varamaður hefur flutt lögheimili sitt úr sveitarfélaginu og er því ekki lengur kjörgengur sem nefndamaður og sem varamaður í hans stað kemur Svavar Ingvarsson. Orðið er laust. Ef einhver vil taka til máls, Eyþór, gjör svo vel. Oddviti, þarna eru tilfærslur á nefndafólki og nýjir formenn sem er hérna í samræmi við stefnu nýs meirihluta og það og þarna er í rauninni nýr meirihluti svona að setja kannski nýjar áherslur inn í nefndirnar og svo framvegis sem er gott og vel en þar sem að þetta eru áherslur sem að hafa verið kynntar fyrir okkur í minnihlutanum en þetta er sem sagt í rauninni meirihlutin að færa sitt fólk til í nefndum að þá ætlum við í minnihlutanum að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Og þá er tillagan borin hér undir atkvæði. Þeir sem geta samþykkt áður nefndar breytingar vinsamlegast gefið merki. Og hún telst samþykkt með 6 atkvæði meirihlutans, minnihlutinn situr hjá við afgreiðslu málsins. Áttundi liður fjárhagsáætlun HNE, heilbrigðiseftirlitsins 2025, lögð fram til samþykktar fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra ásamt yfirliti yfir áætluð framlög sveitarfélaga árið 2025 og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki, þá er eftirfarandi bókun, tillagað bókun er að sveitarstjórn vísar fjárhagsáætlun HNE til fjárhagsáætlunargerðar og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki með því réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður varðar heitloftsþurrkun fiskafurða á Laugum. Lagt er fram erindi frá Eyþóri Kára Ingólfssyni þar sem hann óskar eftir að málefni heitloftsþurrkunar fiskafurða á Laugum verði tekin á dagskrá fundarins. Eyþór, gerðu svo vel að þú vilt gera. Já, Haraldur, gerðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég nota líka tækifæri til að óska okkur til hamingju með þessa aðstöðu sem hér er. En það sem við erum að ræða hér er í rauninni starfsleyfi sem að til það heitir nú úaþurrkun eða kannski heitir þetta bara eitthvað annað en þetta er allavega gamli laugafiskur og við höfum í sveitarstjórninni fengi allavega kynningu frá forsvarsmönnum þar að þeir óskuðu semst eftir framlengingu á starfsleyfi sem átt að renna út núna 15. nóvember og þeir hafa semst fengið það framlengt til 15. maí á næsta ári.
Ég hef aðeins verið að skoða þetta en það var þannig fyrir ári síðan þá var auglýst starfsleyfi til næstu 12 ára af heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og það var gefinn frestur til að gera athugasemdir og það komu 12 athugasemdir og það sneru allar að lyktarmengun, hávaða og affalli og síðan stendur í bókun HNF frá 15. nóvember í fyrra, þar stendur að heilbrigðisnefnd bendir á mikilvægi þess að allur atvinnurekstur sé sem mestri sátt við nær umhverfi sitt. Að teknu tilliti til eðlis og fjölda þeirra athugasemda sem við tillöguna bárust leggur nefndin til að í starfsleyfi verði gerðar auknar kröfur til mengunarvarna og vöktunar umfram það sem gert var í auglýstri tillögu. Og síðan var jafnframt að gildistími starfsleyfisins verið takmarkað við 1 ár. Þetta var semst fyrir ári síðan. Og nú hafa forsvarsmenn Laugafells tilkynnt að þeir treysti sér ekki í þær endurbætur sem gerðar eru kröfur og líka að þeir hafi ekki tryggingu fyrir að þeir fái framlengt starfsleyfi þó að þeir fari í framkvæmdir. En því teljum við mikilvægt að við höldum íbúafund sem fyrst til að ræða þessa stöðu og fá betri upplýsingar, meðal annars hvaða auknu kröfu til mengunarvarna og vöktunar umfram það sem gert var í auglýstri dagskrá eru gerðar. Þannig að ég ætla að leggja fram eftirfarandi tillögu. Sveitarfélagið boði til íbúafundar sem fyrst málefni heit lofts, þurrkunar, fiskafurða á Laugum. Fulltrúum Samherja og heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra verði fengnir til að upplýsa stöðu mála. Og undir þessa tillögu skrifum við hér Eyþór Kári, Halldór Þorlákur og ég undir þetta Haraldur Bóasson. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Jóna Björg. Já, takk oddviti. Ég vil hérna leggja fram tillögu á bók, ég vil leggja fram eftirfarandi tillögu sem hljómar svo. Fiskþurrkun Samherja að Laugum fjölmennu vinnustaður í sveitarfélaginu og lýsir sveitarstjórn þungum áhyggjum á stöðu mála, þar sem óljóst eru framtíð starfana. Allt frá því að starfsleyfi Samherja var gefið út til eins árs síðastliðið haustið 2023 og heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra vegna heitloftsþurrkunar fiskafurða, þar sem aukna kröfur voru gerðar til mengunarvarna og vöktunar, hefur sveitarfélagið fylgst grannt með þróun mála. Byggðarráð fundaði með fulltrúum Samherja til dæmis í mars síðastliðnum þar sem farið var yfir starfsemina á Laugum og stöðuna vegna þessara auknu krafna. Sveitarstjórn var jafnframt upplýst nú í september á fundi með fulltrúum Samherja að sótt hefði verið 6 mánaða framlengingu á þessu árstarfsleyfi til að skapa aukið svigrúm til að bregðast við auknum kröfum. Staðan núna eftir því sem okkur best kunnugt hefur engin ákvörðun verið tekin framtíð vinnsluna, en við höfum verið upplýst að vinna komin að stað við að kanna alla möguleika og sveitarfélagi hefur í samskiptum við Samherja lýst sig boðið og búið til að koma þeirri vinnu. Heilbrigðisnefndin getur á hverjum tíma ekki gert annað en farið eftir lögum og reglum eins og fram hefur komið í úrskurðum framlengingu og bráðabirgðu vinnsluleyfinu sem samþykkt var á fundinu núna 18. september síðastliðinn. Þegar frekari upplýsingar og forsendur liggja fyrir verða íbúar upplýstir framvindu málsins og boða til íbúafundar að þörf krefur. Mikilvægt að tryggja störf á svæðinu og mun sveitarfélagið nú sem áður vinna að því. Jóna Björg hefur lokið máli sínu með leyfi varaoddvita. Langar mig aðeins að leiðrétta það sem að kom fram í máli Haraldar að það væri búið að taka ákvörðun að fara ekki í þessar umfangsmiklu aðgerðir í mengunarvörnum, að þá kannast ég ekki við, það kom allavega ekki fram á þeim fundi sem að við áttum með Samherja. Heldur eru þeir búin að vera með verkfræðistofur í vinnu við það að finna lausnirnar. Þær eru kostnaðarsamar.
það verður haldið áfram eftir því sem að okkur er sagt að vinna með þessar lausnir, en það kom jáfnframt fram að þeir hefðu ekki tryggingu fyrir því að það tækist að gera framleiðsluna sem sagt mengunar og lyktar lausa. En það verður áfram, samkvæmt þeim upplýsingum sem að við fengum beint frá Samherja, að það verður áfram unni með þessar hugmyndir. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Arnór, gjör svo vel. Já, oddviti, það er oft sagt að í pólitík sé tímasetningin það sem máli skiptir. Ég held að með við stöðuna sé ekki tímabært að halda íbúafund akkurat núna. Það hefur ekki verið tekin ákvörðun í málinu. Það er vinna í gangi og sveitarfélagið og fyrirtækið er að vinna þétt saman að því að reyna að finna lausnir á þessu verkefni sem er ekki nýtt að nálinni eins og við þekkjum sem hér búum. Árum saman hef ég sem sveitarstjórnarmaður legið undir ámæli ákveðna íbúa fyrir að vera allt og leiðitamur undir Samherja varðandi þessa vinnslu. Að gefa of mikinn afslátt á kröfunum til þess að vinslan haldi áfram, selja þeim allt og ódýrt vatn og svo framvegis og svo framvegis. Fyrir því má alveg færa nokkur rök að við höfum teygt okkur langt og sinnt ákveðna meðvirkni í þessu máli. Þannig að samhliða því að nýting sjávarafurða hefur breyst verulega til batnaðar og þar að leiðandi kannski tekið þetta vinnslustig út úr keðjunni, ég skal ekki fullyrða, en engu að síður er það svo að þróunin er hröð í að nýta fiskafurðir með verðmætari hætti en gert hefur verið til þessa. Markaðsaðstaða í Nígeríu hefur alltaf í gegnum árin haft mikil áhrif á starfsemi þessa fyrirtæki sem í upphafi hét Stokkfiskur og staðsetning þess hefur alltaf þótt svolítið sérkennileg vegna þess hversu langar vegalengdir er bæði verið að flytja hráefnið í vinnsluna og síðan afurðirnar frá henni. Ástæðan fyrir því að menn hafa keyrt hana hér er sveitarfélaginu að þakka. Með hagstæðum samningum heita vatnið hefur þeim verið kleift að reka þessa vinnslu hér með samkeppnisvægum hætti. Það er búið að liggja fyrir í mörg ár. Og eins og ég sagði áðan, fyrir það höfum við legið undir gagnrýni, þannig að vandlifaði í versu. Ég held í fullri alvöru að við eigum að gefa þeirri vinnu sem nú er í gangi hjá fyrirtækjunum og sveitarfélaginu tíma til þess að þroskast, bíða þangað til að einhverjar ákvarðanir liggja fyrir í málinu, bíða þangað til við sjáum hvaða möguleikar er í stöðunni, af því að ég sé ekki hvað íbúafundur ætti að gera í þessu máli. Það er einu sinni þannig að íslensk stjórnsýsla skiptist í 2 stig, ríkisvaldið og síðan sveitarstjórnarstigið. Sveitarstjórnarstigið hefur ekki löggjafarvald og ekki dómsvald, en framkvæmdarvald að hluta, en sér þjónustu við nærsamfélagið og við getum ekki stigið fram fyrir löggjafan. Þannig að við verðum einhvern veginn að reyna að laga okkur að þeirri stöðu sem er komin upp. Við getum auðvitað heldur ekki sagt eigandum og stjórnendum einkafyrirtækja með hvaða hætti þeir skulu reka fyrirtæki sín. Þannig að ég sé ekki alveg hverju íbúafundur ætti að skila núna nema því að veita tilfinningum útrás, og mín skoðun er svo að það sé ekki tímabært að hittast og byrja að ausa úr tilfinningum sínu, því auðvitað er öllum brugðið. Sveitarstjórn er brugðið, starfsfólkinu er brugðið, íbúanum er brugðið. Og ég er algjörlega sannfærður það að það er ekki til hagsbóta fyrir starfsfólkið, það er ekki til hagsbóta fyrir íbúana og það er ekki til hagsbóta fyrir rekstrareininguna sveitarfélag að halda íbúafund eins og staðan er núna. Bíðum þar til meiri upplýsingar liggja fyrir, við höldum áfram okkar vinnu með fyrirtækinu, sjáum hvað kemur út úr því. Ég skil fullkomlega að það sé ótti í samfélaginu. Þetta er gríðarlegt högg fyrir starfsmennina fyrst og fremst og síðan fyrir allt samfélagið.
Þannig að með engum hætti tökum við þessu léttilega. Heldur erum að reyna að vinna að lausn á þessu verkefni eins fast og hratt og við getum. Og fyrirtækið hefur ráðið starfsmann til þess að vinna í því máli. Þannig að mér finnst að þeir nálgist þetta verkefni af ákveðinni ábyrgð. Þannig öndum aðeins svona í magan. Við þurfum ekki sem samfélag að steypa okkur núna í átök málefni sem við höfum ekki einu sinni nægar upplýsingar um. Gefum okkur tíma. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls og það Haraldur, gjör svo vel. Já, Oddviti, ég stend nú samt áfram við þessa tillögu sem ég lagði fram og vil nú samt segja það þó að það hef ekki verið sagt berum orðum að þeir að sé búin að taka ákvörðun, hvað alltaf að gera, þá náttúrulega láð það alveg í þeirra tölum að það væri semst búið að ráða starfsmann sem myndir inn að finna húsinu eitthvað annað starf og þannig að ég held að það hefur nú flestum verið ljóst að það er ekki, það allavega lá ekki fyrir að þeir væri að fara í mikla vinnu við þetta, en svo veit ég náttúrulega ekki alveg hvað Arnór er nátengdur hérna inn að því ég svo sem veit ekkert hvernig svo vinna er sem er í gangi milli sveitarfélagsins og fyrirtækisins, en líka það að það er alveg rétt og sveitarfélag er ekki beinna aðili að þessu máli og ég var ekki að hugsa þetta til þess að fara í einhvern slag, heldur kannski bara til að menn fengju upplýsingar frá fyrstu hendi, bæði frá H&E og líka frá fyrirtækinu hvað væri verið að fara í hvað vinnu væri verið að fara. Takk. Haraldur hefur lokið máli sínu og með leyfi varaoddvita þá vil ég taka undir það sem að framkom til dæmis hjá Arnóri varðandi íbúafund að ég tel það ekki tímabært. Hins vegar getur komið að því að það verði tekin ákvörðun og þá er eins og kemur fram í tillögu meirihlutans að þá er sjálfsagt og að halda íbúafundum málið. Ég vonast til að við gefum þessum aðilum frið til þess að vinna að þessu mikilvæga verkefni að því að þetta er gríðarlegt högg fyrir samfélagið okkar. Þarna eru 18 störf í húfi og allt þetta fólk það náttúrulega hefur áhyggjur af sinni afkomu og framtíð. Sveitarfélagið hefur áhyggjur af bæði mannlífinu, samfélaginu og náttúrulega fjárhagsáhrifum vegna fyrirtækisins. En bara til þess aðeins að því að Halli nefndi líka að hann vissi ekki hvað mikið væri, hvað væri að gerast í þessu starfi, langar mér bara til að biðja Ragnheiði Jónu, því að við höfum verið að funda með þessum aðila sem að Samherji er búin að ráða og langar aðeins til að biðja hana að útskýra það starf. Já, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það hefur verið þannig að Samherji kom til okkar þegar þeir fóru að skoða möguleika framlengingu starfsleyfi og þá funduð við oddviti með þeim og síðan eins og Jóna Björg kom inn á þá fundaði byggðarráð með þeim og síðan hafa þeir fundað með sveitarstjórnin allri og í framhald af því þá hefur ég og oddviti setið sennilega 2 eða 3 fundi með þessum ráðgjafa sem er komin til vinnu og á þeim fundum hefur alltaf komið fram að hann sé að skoða líka möguleikana á því að halda þessu starfi áfram og það sé ekki komin neinn ákvörðun, endanlega ákvörðun
hvað verður gert, en hann að skoða þetta áframhaldandi starfsemi á fiskþurrkun eða aðra starfsemi. Og við höldum bara reglulega fundi og fáum upplýsingar leið og þær koma fram og þeir hafa lofað okkur því að þeir muni leyfa okkur að fylgjast með því ferli sem í gangi og ég rekna með að við munum bara funda reglulega með þeim, ég og oddviti, svona áfram eins og hefur verið. En það hefur alveg komið mjög skýrt fram á öllum samskiptum okkar við starfsfólk Samherja og þeim sem hafa komið þessu máli að þeir séu ekki búin að taka endanlega ákvörðun en séu að skoða möguleika áframhaldandi eða annari starfsemi. Þannig að ég held að þetta kom ekki til ljós fyrir að þeir taka þá þessa formlegu ákvörðun og endanlega ákvörðun hvað mun verða þarna áfram. En ég mun upplýsa ykkur á sveitarstjórnarfundum bara framgang málsins eftir því sem að hægt er. Já, takk fyrir þetta Ragnheiður. Eru fleiri? Arnór hefur kveðið sér hljóðs, gerðu svo vel. Já, oddviti, ég var ekki að tala að fara í neitt slag. Ég var einfaldlega að segja að tímasetningar skipta máli og ég tala verið hreinskilinn með það. Ég vil ekki taka þá ákvörðun fyrir Samherja að hann ætla að loka hér. Ég vil bíða eftir því að þeir taki þá ákvörðun. Það styrkir okkar stöðu sem samfélags að láta þá gera það. Ég vil hins vegar vera í samtali við þá og samvinnu við þá meðan verið að leita lausna á þeirri stöðu sem komin upp og þetta auðvitað bara svona. Það komin upp staða í mjög stóru, erfið og flóknu máli. Okkar hlutverk að finna lausn á því hvað við gerum í málinu. En við skulum ekki taka af þeim ábyrgðina. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls og það Eyþór Kári, gjörðu svo vel. Oddviti, ég held að með þessari tillögu séum við ekki að reyna að taka ábyrgðina af Samherja, heldur einfallega að boða þarna fund þar sem að íbúar sveitarfélagsins og fleiri geti spurt málsaðilana, þar að segja Samherja og heilbrigðisnefndina bara hver staðan og þá fáum við upplýsingar þar frá fyrstu hendi. Og ég held að það sé gott að halda íbúafund stöðuna áður en að ákvörðunin tekin, af því að þegar ákvörðunin tekin það kannski orðið of seint. Nú ætlaði ég að segja eitthvað meira en ég búinn að glemma því. Þannig að það verður ekki meira í bili. Eyþór hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Árni Pétur. Já, oddviti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég tek undir orð Arnórs. Ég tel að það væri frumhlaup á þessum tímapunkti. Ég skil alveg meininguna og ég skil alveg hvað menn að hugsa. En ég bara svo hræddur það vegna þess að þetta auðvitað svo erfitt fyrir svo marga í þessu samfélagi. Ég held að svona fundur yrði svo þungur. Það yrði svo miklar tilfinningar og ég held að það væri bara mjög erfitt á þessum tímapunkti. Og það mjög erfitt að hafa stjórn á svona fundi og meðan að ekki meira vitað og ekki fleiri orðið fast í hendi, að þá held ég að þetta sé ekki réttur tímapunktur til þess að halda slíkan fund og ég kem því ekki til með að styðja tillöguna. Takk. Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Það breytingar á rekstri fyrirtæki sem stórir í umhverfi sínum, þá er þetta alltaf erfitt og viðkvæmt og miklir hagsmunir starfsfólk sem og sveitarfélags. Þurrkun hefur til dæmis verið að kaupa helming af heitu vatni veitunar hérna á lögum, en á fundum sem
kynningafundi með sveitarstjórn meðal annars þá var lögð áherslu á að þeir fengju næði til að ræða við sitt fólk og taka sína stöðu og við höfum virt það og höfum skilning á því hversu viðkvæmt málið og jafnframt gert grein fyrir miklum vilja til að vinna þetta með þeim úrræðum sem við getum. Ég tel að það sé í raun auðvelt að kalla eftir skýringum frá HNE og hvetja Samherja til að skýra frá framvindu og þróun, hvort sem að mengunarvarnir verði bættar eða aðra leiðir fundnar til að nýta þær eignir sem að felast í húsnæði og auðlindastraumum hann á lóðinni. Ég tel íbúafundur núna ekki gagnast því máli. Ég heldur verðum að leyfa, þarna einn kaðli sem að starfa og við verðum kannski að leyfa honum bara aðeins að starfa, en það að gera að halda þessu samtali aðeins áfram og mér finnst þetta góð nálgun hjá þeim að ráða þarna til sín mann til að greina þetta og leita þessara leiða eins og þeir kynntu fyrir okkur. Þannig að ég styð andaktin aðeins. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Nú þá liggja fyrir hér 2 tillögur og við skulum byrja á því að fara yfir tillögu Haraldar. Hún eftirfarandi: Sveitarfélagið boði til íbúafundar sem fyrst málefni heitloftsþurrkunar fiskafurða á Laugum. Fulltrúar Samherja og heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra verði fengnir til að upplýsa stöðu mála. Og þetta tillaga sem borin upp af Haraldi, Eyþóri Kára og Halldóri. Og þeir sem að geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast gefið merki. Og hún sem sagt, það eru 3 aðilar sem að samþykkja tillöguna. Þeir sem geta ekki samþykkt hana vinsamlegast gefið merki. Það eru 6 atkvæði gegn og 3 atkvæði með. Satt reyndar hjá en Knútur satt hjá. Já. Tók ekki eftir því. Seinni tillögan sem að Jóna Björg lagði fram fyrir hönd meirihlutans hljóðar svo: Fiskþurrkun Samherja á Laugum fjölmenni vinnustaður í sveitarfélaginu og lýsir sveitarstjórn þungum áhyggjum af stöðu mála þar sem óljóst framtíð starfana. Allt frá því að starfsleyfi Samherja var gefið út til 1 árs haustið 2023 af heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra vegna heitloftsþurrkunar fiskafurða, þar sem auknar kröfur voru gerðar til mengunarvarna og vöktunar, hefur sveitarfélagið fylgst grannt með þróun mála. Byggðarráð fundaði með fulltrúum Samherja í mars síðastliðnum þar sem farið var yfir starfsemin á Laugum og stöðuna vegna þessara auknu krafna. Sveitarstjórnar jafnframt upplýst nú í september á fundi með fulltrúum Samherja að sótt hefði verið 6 mánaða framlengingu á starfsleyfi til að skapa aukið svigrúm til að bregðast við auknum kröfum. Staðan núna eftir því sem okkur best kunnugt, hefur engin ákvörðun verið tekin framtíð vinnslunnar, en höfum verið upplýst að vinna komin á stað við að kanna alla möguleika og sveitarfélagið hefur í samskiptum við Samherja lýst sig boðið og búið að koma að þeirri vinnu. Heilbrigðisnefnd getur á hverjum tíma ekki gert annað en farið eftir lögum og reglum, eins og fram kemur í úrskurði hennar framlengingu á bráðabirgðavinnsluleyfi sem samþykkt var á fundi nefndarinnar 18. september síðastliðinn. Þegar frekari upplýsingar og forsendur liggja fyrir verða íbúar upplýstir framvindu málsins og boða til íbúafundar ef þörf krefur. Mikilvægt að tryggja störf á svæðinu og mun sveitarfélagið nú sem áður vinna að því. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki. Hún samþykkt með 6 atkvæðum meirihluta. Þeir sem að geta ekki samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki. Og það eru 3 fulltrúar minnihluta sem að greiða atkvæði gegn tillögunni. Tillaga Jónu Bjargar telst því samþykkt. Þá að dagskrárliður 10. Það beiðni lausn frá störfum í sveitarstjórn.
Fyrir sveitastjórn liggur bréf frá Helga Héðinssyni þar sem hann óskar eftir lausn frá störfum í sveitastjórn Þingeyjarsveitar vegna flutnings úr sveitafélaginu. Orðið er laust. Ef einhver Arnór gera svo vel. Ég gæti ekki láta þetta fund líða aðeins að koma aðeins upp til þess að þakka Helga fyrir samstarfið í fyrri sveitarstjórnum Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar og í sameiningar nefnd þessara sveitafélaga og vinnuna við undirbúning sameiningar kostingana sem að voru svo að íbúum var samþykkt að sameina og úr var þessi merkilega sveit Þingeyjarsveit sem næri yfir allt þetta landflæmi og á svona mikið af hæfileikaríku fólki innan sinna raða. Mér finnst við hæfi að þakka Helga hans framlag hingað til að sveitarstjórnarmálum á svæðinu við þessi tímamót. Við höfum það líka sammerkt að frjósemin hefur oft leitt okkar á vafasamar brautir og ég skil vel þær fjölskylduaðstæður sem að knýja Helga til þess að búa annars staðar en í sveitarfélaginu hríð en ég bind vonir við að þessi stóra fjölskylda flytji svo aftur hingað í fyllingu tímans. Kæra þakkir, Helgi. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Og svo ekki. Og eftirfarandi bókun er lögð fram hér til, það er sveitastjórn Þingeyjarsveitar samþykkir að veita Helga Héðinssyni lausn frá sveitarstjórnarstörfum frá og með 27. september 2024. Arnór Benónísson kemur inn sem aðalmaður í sveitarstjórn. Og Úlla Árdal sem varamaður. Já. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Nú, 11. liður á dagskrá í dag, það er fundagerð 27. fundar byggðarráðs og ég ætla að biðja Jónu Björgu, formann byggðarráðs, að leiða okkur í gegnum fundagerðina. Já, takk gott við þig. Ég veit við erum í nýju húsi og það er allt æðislegt en þetta púlt er svolítið lágt. Ég ætla að fara hérna yfir 27. fund byggðarráðs sem haldið var í Kjarna 5. 5. september síðastliðin og á fundinum sátu allir aðalmenn byggðarráði, Jóna, Gerður og Eyþór. Á fundinum voru, hvað hefur ég að segja ykkur, mörg mál? 10 mál eftir því sem að já, þetta er alltaf margir gluggar en ég ætla bara að renna hratt í gegnum þetta og og svo getum við rætt þau hvert fyrir sig og eftir því hvað þarf að afgreiða. Fyrsta dagskrá þar var tilnefning í starfshópi málefni dvalarheimilis aldraðra og þar var lagt fram bréf frá stjórn dvalarheimilis aldraðra sem óskaði eftir tilnefningu í starfshóp sem ætlað er að skoða leiðir eða sviðsmyndir framtíða notagildi eigna dvalarheimilisins. Það er að segja Hvamms með tilkomin í sjúkraheimilis og Húsavík sem við vitum svo sem ekki reynda hvernig rís. Og byggðarráð lagði til að Knútur Emil Jónasson verði fulltrúi Þingeyjarsveitar í starfshópnum. Nú, annar mál á dagskrá, það kom til vegna auglýsingar sem birtist í miðlum, eða svona, já, auglýsingar sem birtist að það eru eittir styrkir, að stjórnvöld myndi veita styrki til að fjölga óstaðbundnum störfum á landsbyggðinni og í tilkynningunni kom fram að ríkisstofnanir á höfuðborgarsvæðinu gætu sótt styrk til að ráða í óstaðbundnu störf og þeirra vegum höfuðborgarsvæðisins og því tilefni var sett saman erindi og bréfs sem svo mér langar til að fá að lesa bara og að í Þingeyjarsveit eru mikil tækifæri í fjölgun óstaðbundinna starfa. Góð aðstæða til Gífi, Mývatnssveit og nýju stjórnsýsluhús á Laugum. Einnig aðstæða fyrir óstaðbundin störf og stofurutjöfnun. Og bókun byggðarráðs var svohljóðandi að byggðarráð fagna þeirri áherslu að fjölga í staðbundnum störfum á landsbyggðinni. Öflugur kjarni og opinberra stofnana er í Gífi, Mývatnssveit og mikil tækifæri til að fjölga störfum þar og á fleiri störfum í sveitarfélaginu í nálægð við auðlindir og náttúru.
Byggðaráð hvetur stofnanir ríkis á borð við Minjastofnun Íslands, Þjóðminjasafn Íslands, Þjóðskjalasafnið, Hagstofu Íslands, Íslenskar orkurannsóknir, Orkustofnun, Persónuvernd, Þjóðskrá, svo eitthvað sé nefnt, til að skoða þau tækifæri sem felast í óstaðbundnum störfum í Þingeyjarsveit. Einnig hvetur Byggðaráð þær stofnanir sem þegar í sveitarfélaginu til að nýta tækifærið og öfla sína starfsemi í Þingeyjarsveit og að lokum að Byggðaráð hveti einnig opinber hlutafélög til þess að skoða möguleika á staðsetja störf í sveitarfélaginu eða Þingeyjarsveit. Byggðaráð fól svo jafnframt sveitarstjóra að kynna þessa aðstöðu og þessa góða aðstöðu hérna á svæðinu fyrir ríkisstofnunum. Og nú skulum bara sjá hvað kemur út úr þessu. Og næstu mál á dagskrá hérna Byggðaráðs voru kannski bara öll á svipuðu meiði. Það lá fyrir erindi frá starfsmönnum leikskóladeildar í Tjarnaskjóli varðandi húsnæðis með Tjarnaskjóls og það lá jafnframt fyrir erindi frá starfsmönnum grunnskóladeildar Stóru Tjarnaskóla og og einnig erindi frá starfsmönnum tónlistadeildar Stóru Tjarnaskóla og öll Byggðaráð þakkaði fyrir öll þessi erindi og rökstuðning sem að þeim fylgdi. En jafnframt var svo á dagskrá hönnunartillögu leikskóla í Stjórnartíðarskóla og það kom til af því að á 24. fundi Byggðaráðs var sveitarstjóra falið að boða til funda vegna rýni á tillögum og það hafði verið fundað 2. september þar sem skólastjóra var falið að afla rökstuðnings vegna tillagna A og D og fyrir fundinu lá svo jafnframt greinargerð frá stjórnendur skólans og þar var bókað að Byggðaráð þakkaði stjórnendur fyrir greinargerðin og meðfylgjandi rökstuðning og lagði til að unnið við áfram með tillögu A í samræmi við áherslu stjórnanda og starfsmannadeildana sem varulegt húsnæði fyrir Tjarnaskjól. Nú, þessu tengt var jafnframt lagt fram erindi frá foreldrafélagi Tjarnaskjóls sem þau óskuðu eftir að vera boðið til samtals þessar breytingar á húsnæði skólans og var fól Byggðaráð sveitarstjóra að senda tillögu A til kynningar fyrir á foreldrafélaginu. Nú, þá var lögð fram breyting á fundartíma Byggðaráðs en þetta ekki stórvægileg breyting, það breytir engin breyting á fundardagatali heldur hefjast þá fundir Byggðaráðs klukkan 1 í stað klukkan 9. Þá var lagt fram til kynningar tímalína fjárhagsáætlanagerðar og að lokum var lögð fram umsagnarbeiðni vegna tímabundins áfengisleyfi þar sem að Byggðaráð gerir ekki athugasemd við leyfið en fól sveitarstjóra að leita eftir staðfestingu sveitarstjórnar. Og þá kynningu fundargerðar Byggðaráðs lokið. Orðið laust þessa fundargerð. Arnór? Bara sæti mínu með leyfi oddvita. Já. Við töluðum Stóru Tjörnina þarna, við skulum tala Stóru Tjarnar skóla, svo Laufey og Ási haldi ekki við sem að ráðstafa stofunni þeirra. Já. Hér kom ábending frá Arnóri sem er alveg réttmætt að okkur hættir til við að stytta okkur leið þegar við erum að tala Stóru Tjarnaskóla að tala bara Stóru Tjarnir og þá náttúrulega rekna íbúar á Stóru Tjörnum með því að við séum að ráðstafa þeirra híbýlum. En ég þarf eiginlega bara að koma í pontu og biðja þau afsökunar. Já, ég segi þeim það bara, ég vona að þau hlusti að þau fá hér með afsökunarbeiðni. Einhver sem vil taka til máls undir þessari fundargerð, svo er ekki og það eru 3 liðir sem að sveitarstjórn þarf að staðfesta. Ég nefndi nú bara 2 áðan en það er 1. liður, 5. liður og 10. 1. liður, það er lagt fram bréf frá stjórn dvalarheimilis aldraða þar sem óskar eftir tilnefningu í starfshóp sem ætlað að skoða leiðir framtíðar notagildi eigna dvalarheimilis aldraðra, nánar tiltekið Hvamms, með tilkomi nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík. Byggðaráð leggur til að Knútur Emil Jónasson verði fulltrúi Þingeyjarsveitar í starfshópnum og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu Byggðaráðs vinsamlega skefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður Byggðaráðs, það varðar hönnunartillögur að leikskóla Tjarnaskjóli í Stóru Tjarnaskóla.
þar sem að byggðarráð byggðarráð sem sagt það var á 24. fundi byggðarráðs var sveitarstjóra falið að boða til fundar vegna rýni á tillögum. Fundar var 2. september síðastliðinn þar sem skólastjóra var falið að afla rökstuðnings vegna tillagna A og D. Fyrir fundinu liggur greinargerð frá stjórnendum skólans sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Og byggðarráð þakkaði stjórnendum fyrir greinargerðina og meðfylgjandi rökstuðning. Byggðarráð leggur til að unnið verði áfram með tillögu A í samræmi við áherslu stjórnenda og starfsmanna deildanna sem varanlegt húsnæði fyrir Tjarnaskjól. Og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu byggðarráðs, við sérlega skeiði merki og hún er staðfest samhljóða. Og þriðji liðurinn sem að sveitarstjórn kemur hér til afgreiðslu sveitarstjórnar, það er umsagnarbeiðni vegna tímabundis áfengisleyfis. Fyrir byggðarráði liggur beiðni umsögn frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra tímabundið áfengisleyfi vegna veitingasölu Mývatns EHF í flugskýli Mýflugs á Reykjahlíðarflugvelli þann 21. september frá klukkan 12 til 23:30. Byggðarráð gerir ekki athugasemdir beðið leyfi og felur sveitarstjóra að leita eftir staðfestingu sveitarstjórnar í tölvupósti. Nú það var gert og var samþykkt. Óskað er eftir að þeir sem að geta staðfest á afgreiðslu gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 12. liður á dagskrána í dag, það er fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar, það er 20. fundur og Ragnhildur Hólm, viltu vera svo góð að gera grein fyrir fundargerðinni? Já, oddviti, þetta er alltaf lágt, það er rétt. Já. Heyrðu, já, það er sem sagt 20. fundur frá 5. september, fundargerðin er í 11 liðum. Fyrsti liður, þar var Stórtjarnaskóli, skólaskýrsla 23 til 24, hún var lögð fram til kynningar. Mál 2, þar voru leikskólinn Barnaborg, Krílabær, Tjarnaskjól og Ylur, skóladagatöl 24 til 25. Þau voru lögð fram til umfjöllunar. Því máli var aðeins frestað og sviðstjóra falið að afla frekari upplýsinga. Þriðja mál var Þingeyjarskóli, Stórtjarnaskóli og Reykjahlíðarskóli, starfsáætlun 24 til 25, þar sem lagðar voru fyrir nefndina starfsáætlanir grunnskólana. Lið nr. 4 var skólavist utan lögheimilis sveitarfélags erindum fyrirkomulag og nr. 5 var erindi frá, nr. 5 og maður sjá, þau voru nú fleiri. Allavega það kemur að því. Númer 5 var sem sagt erindi frá foreldrafélagi Tjarnaskjóls, það var húsnæðismál leikskólans. Það er búið að fara ágætlega yfir það hérna, Jóna fór yfir það hérna áðan. Númer 6, það er ábyrgð og hlutverk sveitarfélaga, fæðingarorlof og inntaka barna á leikskóla. Það sem lagt fram bréf frá Jafnréttisstofu bili milli fæðingarorlofs og inntöku á leikskóla. Og þá er ánægilegt að segja frá því að leikskólar Þingeyjarsveitar taka inn börn frá 12 mánaða aldri. Númer 7, þjónusta við fatlað fólk, upplýsingagjöf, lögð fram niðurstaða á frumkvæðisathugun Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála og upplýsingum þjónustu við fatlað fólk á vefsíðum sveitarfélaga sem tilkynnt var 25. mars síðastliðinn. Númer 8 og númer 9, það fellur sem sagt undir sama á númer 5, það er húsnæðismál sem að Jóna Björg fór vel yfir hérna í yfirferð byggðarráðsfundar. Númer 10 var það líka. Númer 11, leikskólinn Ylur, breyting á leikskólalóð. Það var erindi frá skólastjóra Reykjahlíðarskóla og leikskólastjóra Yls lóð leikskólans og þar er hugmyndin að breyta þessi í nokkurs konar náttúru leikskólalóð sem er mjög áhugavert og nefndin tók jákvætt í það erindi. Það var ekki fleira, takk fyrir. Við þökkum Ragnhildi fyrir þessa yfirferð. Eru einhverjir sem vilja taka til máls fundargerðina í heild sinni eða einstaka liði?
Svo ekki. Það eru hér 2 liðir sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Það dagskrárliður númer 3, þar sem að lagðar voru fyrir nefndina starfsáætlanir grunnskóla Þingeyjarsveitar vegna skóla ársins 2024-2025 og nefndin þakkaði greinar góðar starfsáætlanir skólana 3 og gerir ekki athugasemdir við áætlanirnar og vísar þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar. Og þeir sem geta staðfest starfsáætlanir grunnskóla Þingeyjarsveitar vinsamlegast gefið það merki og það samþykkt samhljóða. Seinni liðurinn, það 11. dagskrárliður á fundi fræðslu og velferðarnefndar varðar leikskólan YL, breyting á leikskólalóð. Það kom sem sagt þarna erindi frá skólastjóra Reykjahlíðarskóla og leikskólastjóra YLs breytingar á lóð leikskólans. Nefndin tekur jákvætt í erindið og telur að huga mætti að því að nýta gömlu leiktækin, til dæmis í Reykjahlíðarþorpi og Skjólbrekku, skoða þar leikskólalóðina heildstætt út frá öryggi og gæslu barna. Fræðslu og velferðarnefnd vísar erindinu til sveitarstjórnar við gerð fjárhagsáætlunar. Til þess að við fáum greinarbetri upplýsingar, að þá tillaga að bókun sveitarstjórn felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að greina kostnað við breytingu á lóðinni og hvort breytingar sem þessar uppfylli öryggisstaðla samkvæmt reglugerð númer 1025, númer 2022 öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirliti með þeim. Og þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá komið að 13. dagskrálið hjá okkur í dag. Það fundagerð 20. fundar íþrótta, tómstunda og menninganefndar og ég ætla að biðja Eyþór Kára að gera grein fyrir þeirri fundagerð. Oddviti. Á 20. fundi íþrótta, tómstunda og menninganefndar voru 7 liðir. Fyrsti liður var kosning varaformanns nefndarinnar og var ég sjálfur kjörinn varaformaður nefndarinnar. Næstu 2 mál voru annars vegar styrkir til menningamála sem að nefndin úthlutar 2 sinnum á ári og við vorum að samþykkja að auglýsa annars vegar styrki til menningamála og hins vegar til íþrótta og æskulýðsmála og munum taka fyrir þær umsóknir sem berast á næsta fundi. 4. liður var reglur frístundastyrki þar sem að nefndin leggur til við sveitarstjórn að frístundastyrkurinn verði hækkaður upp í 50.000 krónur fyrir árið 2024. 5. mál á dagskrá var erindisbréf ungmennaráðs og þar lágu fyrir drög að erindisbréfi ungmennaráðs sem á að endurvekja í Þingeyjarsveit. Það var til fyrir nokkrum árum og þá endurvekja það og þarna lágu fyrir drög að því og vísar nefndin því til sveitarstjórnar að samþykkja erindisbréfið. Nú 7. liður á dagskrá var erindi frá leikhópnum umskiptingum, held ég að ég sé að fallbeygja rétt, og þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að styrkja uppsetningu sýningarinnar og Fóu Feikirófu styrk sem nemi húsaleigu sýningarinnar. Og nefndin fól einnig verkefnastjóra að vinna drög að endurskoðuðum reglum úthlutun styrkja til menningamála samkvæmt umræðum fundarins. 7. liður á dagskrá varðaði félagsmiðstöðvar Þingeyjarsveitar. Þar kom verkefnastjóri með greinagóða yfirferð aðstöðu félagsmiðstöðva í Þingeyjarsveit og nefndin fól verkefnastjóra að halda áfram þeirri vinnu og að skipuleggja hittinga á milli félagsmiðstöðvanna fram að áramótum
En nefndin fól einnig verkefnastjóra að setja upp sviðsmyndir af möguleikum í framtíða samstarfi félagsmiðstöða og gera kostnaðargreiningu á þeim. Fleira var ekki á dagskrá. Já, við þakkum Eyþóri fyrir þessa yfirferð. Það eru liðir númer 1, 4, 5 og 6 sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrsti liður, það er varaformaður fyrir íþrótta- og tómstunda- og menningarnefnd. Þá er borin fram tillaga að Eyþór Kári verður varaformaður nefndarinnar og tillagan var samþykkt samhljóða. Þeir sem að staðfesta þessa afgreiðslu vinsamlegast gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Málnúmer, dagskrárliður númer 4, reglur frístundastyrki. Þar sem að nefndin leggur til að frístundastyrkir verði hækkaðir upp í 50.000 fyrir árið 2025. Kom fram held í fundargerð að veri 24 en það er að líða. Tillagað bókun er að sveitarstjórn vísi beiðninni til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2025 og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. 5. liður, það var erindisbréf ungmennaráðs. Á byggðarráðsfundi númer 16 var sveitarstjóra falið að uppfæra drög að erindisbréfi ungmennaráðs og því vísað til umsagnar í íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd. Drögin hafa verið uppfærð og eru nú lögð fram til umsagnar. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja erindisbréf ungmennaráðs með þeim breytingum sem hún hefur lagt til að yrðu gerðar. Og þeir sem að geta samþykkt eða staðfest þessa afgreiðslu nefndarinnar vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og síðan er það síðasti liðurinn sem vísað var til sveitarstjórnar til staðfestingar. Það er varðandi leikhópinn umskiptingar. Fyrir sveitarstjórnarfund númer 47 var lögð fram beiðni frá Jenny Láru Arnórsdóttur fyrir hönd atvinnu leikhópsins umskiptinga þar sem hún óskar eftir styrk til uppsetningar á leikverkinu Fóa og Fóa Feikiróa sem er lítil brúðusýning úr seríu sem nefnist Töfrabækurnar. Leikhópurinn hefur hugað að setja upp sýninguna í þinghúsinu á Breiðumýri í október og óskar eftir styrk í formi sýningaraðstöðu. Einnig getur komið til greina að setja sýninguna upp í öðrum félagsheimilum sveitarfélagsins, henti ekki að setja hana upp á Breiðumýri á þessum tíma. Sveitarstjórn hefur vísað erindinu til íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar og beinir því til nefndarinnar að endurskoða reglur umúthlutun menningarstyrkja í ljósi umræðna á fundinum. Nú nefndin leggur til við sveitarstjórn að styrkja uppsetningu sýningarinnar Fóu og Fóu Feikiróu. Ég vissi vanhæfi minn. Afsakið, Samþykki á því. Arnór lýsir yfir mögulegu vanhæfi og þeir sem að eru sammála því vinsamlegast gefi merki og það er svo að hann víkur hér að fundi klukkan 14:24 en nefndin sem sagt leggur til við sveitarstjórn að styrkja uppsetningu sýningarinnar Fóu og Fóu Feikiróu styrk sem nemur húsaleigu vegna sýningarinnar. Nefndin felur einnig verkefnastjóra að vinna drög að endurskoðuðum reglum úthlutun styrkja til menningarmála samkvæmt umræðum fundarins. Þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Og þá er lokið yfirferð og afgreiðslu á fundargerð íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar. 14. liður og Arnór mætir aftur til fundar klukkan 14:25. 14. liður á dagskráin í dag er fundargerð 14. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 14. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 9. september. Fundargerðin er í 3 liðum. Liðir 2 og 3 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrsti liðurinn á dagskrá var látið fyrsti liðurinn það var kynning á starfsemi SSNF. Albertína kom til fundar og kynnti starfsemi SSNF og samstarf samtakana við Þingeyjarsveit
og var færð á þakkir fyrir greinagóða yfirferð. Liður númer 2 sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og hann varðaði fjarskipti í Þingeyjarsveit. Og það var Albertína Friðbjörg Elísdóttir, framkvæmdastjóri SSNE, sem að kom til fundar, eins og áður sagði, og þarna fór hún yfir stöðu fjarskipta á starfsvæði SSNE. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd þakkaði Albertínu greinagóða yfirferð. Fjarskipti í sveitarfélaginu er talsvert ábótavant og leggur nefndin áherslu á mikilvægi þess að það sé bætt. Nefndin hvetur sveitarstjórn til að funda með fjarskiptastofu og ítrekar mikilvægi þess að byggja upp öflugt fjarskiptanet í sveitarfélaginu og með því að tryggja öryggi fólks á svæðinu. Tillaga að afgreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og oddvita að funda með fjarskiptastofu vegna málsins. Og þeir sem geta... Já, Jóna Björg hefur óskað eftir því að taka til máls. Mér láðist víst að bjóða upp á það. Gjörðu svo vel, Jóna. Já, takk. Já, oddviti. Já, ég er bara að fagna því að þetta sé komið inn á borð sveitarfélagsins vegna þess að fjarskiptamálin hafa verið svona, já, ábótavant og það sem ég vil kannski koma framfæri hér er að sko fjarskiptasambandið fer mjög versnandi og það er það sem er alveglegt máli í þessu og svo fáum við fregnir af því að það standi til að leggja niður tíðnir á borðið 2G og 3G og ég hvet bara fólk til þess að kanna á sínum símum á hvaða tíðnum við erum yfirleitt að tala vegna þess að þetta, ég tel að þetta geti skert fjarskiptasamband bara verulega á þessu svæði og bara að skoða þetta mál mjög grundigt vegna þess að við erum nú þegar með svæði sem er mjög illa tengd, til dæmis farsímalega, við erum með dauðsvæði en ég tel að þetta vandamál sé mjög vaxandi og með þessum búnaði sem að virðist vera eftir því sem að koma fleiri hærri tölustafir, 4G, 5G og eitthvað fleira, þá minnkar svæði sem við geta sendt út farsímasambönd á. Og þetta leiði til þess að núna er allt í einu svæði sem voru mjög vel tengd orðin jaðarsvæði. Og þetta er bara mikið alvöru mál og sérstaklega þegar við erum raunulega búin að leggja niður sko heimasímana að miklu leyti. Hvernig ætlum við að tryggja öryggi okkar fólks? Takk fyrir. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls. Árni Pétur. Já, oddviti, ágæta sveitarstjórnarfólk. Það er bara að taka undir orði Jónu. Þetta eru sko, og sérstaklega alvarlegt að sé verið að leggja niður 2G, 3G vegna þess að þetta er auðvitað þannig að þarna er verið að þjóna hagsmunum þéttari byggðar og eftir því sem að þú færist ofar þeim er hærri tíðnir og það er einföld rafeindafræði eftir því sem er hærra tíðnisvið, þeim er styttri dregnin. Þannig að við erum bara akkurat, eins og Jóna lýsir, að verða alltaf meira og meira úr sambandi og það er bara að verða vandamál mjög víða að farsímar hringi eða menn séu í sambandi heima hjá sér og þetta er eitthvað sem lítur að þurfa að bregðast við þannig að þess að við getum alltaf verið eina dreifbýlið á Íslandi sem að stendur frammi fyrir þessum vanda en þetta er mjög alvarlegt. Takk. Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Orðsending nefndarinnar til sveitarstjórnar var samsagt að hvetja til þess að fundað yrði með fjarskiptastofu og hér er tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og oddvita að funda með fjarskiptastofu vegna málsins. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðji liður á dagskrá og síðasti á dagskrá atvinnu- og nýsköpunarnefndar var heimreiða mokstur og umsóknir.
að sviðsstjóri umhverfis og framkvæmda sviðs fór yfir fjölda umsókna heimreiðamokstur ábúenda og lagði fyrir nefndina drög að verksamningi fyrir umsækjendur. Þetta sem sagt nýmæli sem komið fram held ég á síðasta fundi sveitarstjórnar, þar sem ábúendum núna gert mögulegt að sækja að fá að moka sínar heimreiðar og fá greitt fyrir. Og sviðsstjóri fór yfir umsóknir ábúenda heimreiðamoksturinn. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd þakkar greinargóða yfirferð og samþykkir fyrirliggjandi drög með áorðnum breytingum að samningi við ábúendur mokstur á heimreiðum. Og tillaga til sveitarstjórnar að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar og þeir sem geta samþykkt það, vissalega skeiðið merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá lokið yfirferð yfir fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar og næst dagskráliður 15, það umhverfisnefnd 19. fundur sem fundargerð hér liggur til staðfestingar sveitarstjórnar. Fundurinn var 12. september. Fundargerðin í 2 liðum sem ekki þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Árni Pétur, viltu kannski fara örstutt yfir fundargerðina fyrir okkur? Já, mér það ljúft og skilt. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Við funduðum 12. sept eins og framkom og það náttúrulega stórt verkefni að það loftslagsstefna sveitarfélagsins, þannig að það var nú gott að frétta það á þessum fundi að við erum að hreinlega ráða mann til þess að gera þetta. Það léttir vissulega á nefndinni. En síðan annað og stærra mál að við vorum síðan annar liður dagskrár var raun og veru sá að búa til starfsáætlun nefndarinnar og það náttúrulega mjög stórt verkefni sem að við eigum fyrir höndum og það hvernig við förum við úrgangsmál og þá sérstaklega lífrænan úrgang og það ætlun okkar að reyna að kalla til íbúafundar þessi mál núna fyrir áramót og þetta mjög stórt mál og það skiptir mjög miklu máli að fá íbúana til samráðs þannig að það verði sátt þá leið sem að farin verður. Þetta náttúrulega mjög kostnaðarsamt ef að ætti að fara heim á hvern einasta bæ og hirða lífrænan úrgang. Það þýðir það að við horfum enn og aftur á hækkun gjaldskrár við sorphirðu. Þannig að það mikið til unnis að við getum fundið þessu annan farveg og ég hlakka bara til þess samtals. Það eru ákveðnar hugmyndir í gangi sem að verður gott að kynna fyrir íbúum og eiga samtal hvort það séu færar eða ekki. Takk fyrir. Við þökkum Árna Pétri fyrir yfirferðina og þar var sem sagt ekkert mál á dagskrá umhverfisnefndar sem að þarfnaðist afgreiðslu sveitarstjórnar. Næsti dagskráliður nr. 16, það fundargerð skipulagsnefndar og það fundur nr. 28 og það hann Haraldur sem ætlar að varaformaður nefndarna sem ætlar að leiða okkur í gegnum þá fundargerð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Skipulagsnefnd fundaði 18. september og hún í 10 liðum. Liðir 1, 5, 6, 7, 9 og 10 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrsti liði var borplan við Kröflustöð. Þar óskaði Landsvirkjun eftir að fá að hefja framkvæmdi við stækkun borplans 600 fermetra og nefndin bókaði þannig, hún telur að ákvæði í viðauka við deiliskipulag hafi ekki áhrif þar sem að ræða stækkun á núverandi borplani og tilheyri nauðsynlegum mannvirkjum til orkuframleiðslu og skipulagsnefnd telur að fyrirhuguð framkvæmd sé ekki framkvæmda leyfisskyld með tilliti til umfangs framkvæmdar, varanleika og áhrif á landslag og ásýnd umhverfis og önnur umhverfisáhrif. Og nefndin gerir því ekki athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmdum og vísa til sveitarstjórnar. 2 var ósk Hótels Laxár stöðuleyfi fyrir gám og skipulagsnefnd felur byggingafulltrúa að gefa út stöðuleyfi fyrir gám á lóð Hótels Laxár í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar og leyfið skal veitt til 1 árs. Þá var það Gautlönd 1,
Þar var umsókn byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við fjós og skipulagsnefndin samþykkti að grenndarkynna áformin hagsmunaaðilum samkvæmt 2. málsgrein 44. grein skipulagslaga og einnig skal óska eftir umsögn Minjastofnunar. Þá byggingarfulltrúa falið að gefa út byggingarleyfi ef engar athugasemdir berast við grenndarkynningu að fenginni jákvæðri umsögn umsagnaraðila og þegar fullnægjandi gögn hafa borist. 4. liður var Hellukot, það umsókn einbýlishús, byggingarleyfi fyrir einbýlishús. Hellukot nýstofnu lóð sem á Grímsstöðum í Mývatnssveit og skipulagsnefndin samþykkir að grenndarkynna áformin hagsmunaaðilum samkvæmt 2. málsgrein 44. grein skipulagslaga. Einnig skal óska eftir umsögn Minjastofnunar, Umhverfisstofnunar, Veitustofnana og Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Byggingarfulltrúa falið að gefa út byggingarleyfi ef engar athugasemdir berast við grenndarkynningu að fengnum jákvæðum umsögnum umsagnaraðila og þegar að fullnægjandi gögn hafa borist. Þetta var samþykkt með 4 atkvæðum nefndarmanna en Agnes Einarsdóttir greiddi atkvæði á móti þar sem fyrirhuguð hús innan við 200 metra frá vatnsbakka. 5. liður var Hlíðarkot og landi Hlíðar í Kinn. Þar var tekið fyrir umsögn frá Hákoni Jensinni merkjalýsanda fyrir hönd Ólafs Ingólfssonar að stofna nærri 6.000 fermetra lóð úr landi Hlíðar í Kinn og staðfang nýrra lóðar verður Hlíðarkot. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptagerðina enda samræmist hún skipulagsáætlunum. Nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrar skilyrði jarðarinnar samkvæmt 6. grein jarðalaga. En þessu vísa til sveitarstjórnar. 7. liður var beiðni breytingu á aðalskipulagi vegna Voga 1. Vinnslutillaga breytingar á aðalskipulagi Skútustaðarins frá 2011 til 2023 vegna frístundasvæðis í landi Voga 1 var kynnt frá 27. júní til 5. ágúst síðastliðinn og var samþykkt til auglýsingar í sveitarstjórn þann 22. ágúst. Skipulagsstofnun heimilaði auglýsingu þess þann 5. september. En í tillögunni kemur fram að svæði breytist úr frístundabyggð í íbúðabyggð og heimilt verða að reisa 6 íbúðarhús. En vegna innlimunar núverandi íbúðarhús á landbúnaðarsvæði í íbúðareitin þá láðist að telja það með í aðalskipulagsbreytingunni. Gert ráð fyrir að fjöldi íbúðarhúsa verði 7 og lögð fram til að þannig breytt. Þannig að skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send á ný til skipulagsstofnunar til athugunar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga og verði auglýst í samræmi við 31. grein sömu laga. 7. liður var Vogar, íbúasvæði og aðkoma, breyting á deiliskipulagi. Vinnslutillaga deiliskipulagsbreytingar vegna Voga 1 þar sem verið að skipuleggja íbúðalóðir var kynnt í samræmi við 4. málsgrein 40. grein skipulagslaga frá 27. júní til 5. ágúst síðastliðinn. Umsagnir bárust frá Mílu Rarik, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Jóhanni Friðriki Kristjánsinni, Landvernd, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, Fjöreggi, Vegagerðinni og Skógræktinni. Málinu var frestað á fundi skipulagsnefndar 14. ágúst og lögð eru fram breytt skipulagsgögn vegna umræðu og athugasemda. Og nefndin bókaði svona að skipulagsnefnd telur að í ljósi beiðna frá Vogabúi EHF varandi starfsmannahús sem fjallað í mál nr. 8 sem á eftir í fundagerð að byggingareitur Þ7 verði óbreyttur og fjalla verði breytinga vegna starfsmanna og ferðaþjónustuhúsa í heild sinni. Sveitarfélagið fer fram á að vegur að íbúðasvæði uppfylli kröfu vegagerðarinnar sem héraðsvegur. Og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn og tillagan þannig breytt verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Og þá var 8. liður, það Vogar 1, ferðaþjónustuhús og breyting á skipulagi. Það var tekið fyrir beiðni frá Ólöfu Þ. Hallgrímsdóttur fyrir hönd Vogabús heimildi breytingar á deiliskipulagi Voga 1, ferðaþjónustusvæði og frístundabyggð
vegna 5 ferðaþjónustuhúsa. Óskað er eftir byggingari til að rúma alltaf 5 50 fermetra ferðaþjónustuhús. 3 þeirra var veitt stöðuleyfi til 1 árs á fundi skipulagsnefndar þann 13. maí síðastliðinn og verður breytingi þannig að þau fái varanlega stöðu ásamt 2 til viðbótar. Skipulagsnefndin óskaði eftir skýrari og heildstæðri upplýsingum fyrirhugaða uppbyggingu starfsmanna og ferðaþjónustuhúsa á svæðinu og því frestaði hún málinu. 9. liður var Hofstæði, það var beiðni heimild til deiliskipulagsgerðar. Deiliskipulagsbreyting Hofstæða var auglýst í lögbirtingablaðinu Skipulagsgátt á heimasíðu sveitarfélagsins og í hlaupastelpunni frá 7. mars með athugasemdafresti til 17. apríl síðastliðinn. Umsögnin bárust frá Umhverfisstofnun, RARIK, Náttúrufræðistofnun Íslands og Veiðifélagi Laxár og Krákar. Nefndin bókaði að umsögnin gáfu tilefni til breytinga á auglýstu skipulagi þar sem vegslóða hefur verið bætt inn. Skipulagsnefnd leggur því til við sveitarstjórn að hún samþykkir tillögu að deiliskipulagsbreytingu Hofstaða. Og síðasti liður nr. 10 var Kröfluvirkjun, það var niðurdælingar holur, beiðni breytingu á skipulagi. Á fundi skipulagsnefndar 13. maí var Landsvirkjun heimilað að leggja fram tillögu að deiliskipulagsbreytingu Kröfluvirkjunar vegna fjölgunar þéttivatnshola til niðurdælingar. Lögð var fram tillaga að breytingu deiliskipulagsins þar sem 2 nýjar niðurdælingarholum bætt fast við núverandi holu. Og Landsvirkjun hefur tilkynnt framkvæmd við niðurdælingarholu til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar matsskyldu. Og bókun nefndarinnar var þannig Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Þá held ég að þessi 10 liðir séu komnir. Já, við þökkum Haraldi fyrir góða yfirferð fundargerð skipulagsnefndar. Það er þarna þó nokkrir liðir sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég ætla að vísa í fundargerðina, númerið að liði, ég ætla ekki að lesa upp allar afgreiðslurnar aftur, Haraldur fór mjög ítarlega yfir. Í fyrsta lagi er það 16.1 sem var það borplan við Kröflustöð. Tillagaða bókun, sveitarstjórn tekur undir bókun skipulagsnefndar og gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd. Og þau sem geta samþykkt þessa bókun vissulega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Öðru lagi er það liður nr. 16.5, Hlíðarkot úr landi Hlíðar, umsóknarstofnun lóðar. Tillagaða bókun er eftirfarandi, sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og þau sem geta samþykkt hana vinsalegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Næst er nr. 16.6, það er beiðni breytingu á aðalskipulagi vegna Voga 1. Tillagaða bókun, sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og þeir sem geta samþykkt það vinsalegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Dagskrárliður nr. 16.7, það er Vogar íbúasvæði og aðkoma, það er breyting á deiliskipulagi. Tillagaða bókun er sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og þeir sem geta samþykkt það vinsalegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður 16.9, Hofstaðir, beiðni heimild til deiliskipulagsgerðar. Tillagaða bókun er að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar og þeir sem geta samþykkt það vinsalegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Og síðasti liðurinn er nr. 16.10, Kröfluvirkjun, niðurdælingarholur, beiðning breytingu á skipulagi. Tillagaða bókun er sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og þeir sem geta samþykkt vinsalegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er lokið afgreiðslu á fundargerð skipulagsnefndar. Dagskrárliður 17 hjá okkur í dag, það er fundargerð byggðarráðs 27. fundur og ég ætla að biðja Jóni Björgu formann byggðarráðs að leiða okkur í gegnum hana.
Já, takk Oddviti. Þetta er þá 27. fundur byggðarráðs sem haldinn var 19. september síðastliðnum og fundargerðin var í 9 liðum þar sem eru 2 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar númer 4 og 9. Nú, þá ber fyrst að segja frá því að fyrst til fundar komu Erla Hrönn Unnsteinsdóttir og Bryndís Símonardóttir. Erla Hrönn er starfsmaður Aflsins og Bryndís er formaður félagasamtakanna Aflsins og möguleika á samstarfi við Þingeyjarsveit. Og þetta var bara mjög góð kynning á starfsemi Aflsins sem er víða Norðurland og Austurland og fól byggðarráð fól byggðar og sveitarstjóra að skoða frekari möguleika á samstarfi við aflið. Nú þá kom Ingimar Ingimarsson sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs til fundar við byggðarráð og fór yfir stöðu framkvæmda á sviðinu og næst var tekið fyrir minnisblað frá sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs vegna fjárhagsáætlanagerðar. Þetta er allt svona í starthólunum og þarna var komið minnisblað frá sambandinu og það eru lagðar fram bara ýmsar forsendur. Þá var næsta mál á dagskrá það sem að lágu fyrir listi yfir kröfur þar sem innheimtu kröfum sveitarfélags þar sem innheimtu aðgerðum hefur verið hætt. Þetta snýst gjöld, það er ógreidda kröfur frá Hitaveitu Reykjahlíðar annars vegar og hins vegar ógreidda kröfur vegna fasteignagjalda. Fyrir þessum kröfum höfðu verið færðar varúðarafskriftir í gegnum árin, þannig að við það að afskrifa þessar kröfur endanlega mun það ekki hafa áhrif á fjárhag sveitarfélagsins, en þetta er einhver sér talsverðar upphæðir að byggðarráð lagði til við sveitarstjórn og ógreidda kröfur frá Hitaveitu Reykjahlíðar og upphæð 42.198.327 verði afskrifaðar og að ógreidda kröfur vegna fasteignagjalda að upphæð 1.863.277 verði afskrifaðar að auki. Og já, þessi afgreiðsla þarna svo staðfestingu sveitarstjórnar. Nú þá var lagt fram bréf frá Eimi og SSNE Reset verkefnið, Reset, ég er ekki alveg klára á þessum skammstöfunum, og það sem er verið að verkefni sem snýst efla getu sveitarfélaginu til að takast á við orkuskipti í dreifðum byggðum. Þetta er bara mjög jákvætt verkefni, byggðarráð þakkaði þetta fyrir erindi og er jákvætt fyrir þessu samstarfi, en fól sveitarstjóri einhver síður að afla fyrir einhver upplýsinga verkefni og hlutverk sveitarfélagsins í því. Þetta sé bara jákvætt fyrir þessu samstarfi. Nú þá lá næst fyrir bréf frá félagi sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu þar sem óskað var eftir styrk vegna hrútasýningar félagsins á þessu ári. Þessu var beint til íþrótta-, tómstunda- og menningarmálanefndar sem auglýsir styrki til menningarstarfs. Þá var lagt fram bréf frá Halldóri Þorláki Sigurðssyni eða varða girðingar og Kálfaströnd og fól byggðarráð sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna málið áfram. Og að lokum var lagt fram umsögnarbeiðni vegna tækifærisleyfis á vegum Arctic Challenge félagasamtaka þar sem varðandi umsókn þeirra tækifærisleyfi til áfengisveitinga að Ídölum núna helgina. Og byggðarráð gerir ekki athugasemdir við umbeðleyfi en vísaði til staðfestingar sveitarstjórnar. Og þá er lokið þessari yfirferð. Við þökkum Jónu Björgu fyrir yfirferðina. Hér voru 2 liðir sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Í fyrra tilfellinu þá eru það afskriftir tapaðra krafna. Það sem að byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að ógreidda kröfur frá Hitaveitu Reykjahlíðar að upphæð 42.198.327 verði afskrifaðar og færist svo upphæð á málaflokk 42 líkil 32.990 og 68.460
og ógreidda kröfur vegna fasteignagjalda að upphæð 863.277 verði afskrifaðar og færist að málaflokk 29 lykil 32 sé þetta ekki alveg 32 90 32 990 já einhver sem vil taka til máls svo ekki þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu byggðaráðs vinsamlegast gefið merki það er samþykkt samhljóða seinni dagskrárliðurinn sem þarna staðfestingar sveitarstjórnar. Það er umsagnarbeiðni vegna tækifærisleyfis sem beiðni lá fyrir byggðaráði. Umsögn frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra varðandi umsókn Arctic Challenge félagasamtaka tækifærisleyfi til áfengisveitinga að Ídölum 27. september og 28. september. Byggðaráð gerir ekki athugasemd við umbeðið leyfi og vísar því til sveitarstjórnar til staðfestingar. Þeir sem geta staðfest vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá höfum við lokið yfirferð fundargerða. Dagskrárliður 18. Það er fundargerði dvalarheimilis aldraðra á Húsavík, lögð fram til kynningar, fundargerð stjórnar dvalarheimilis aldraðra frá 21. ágúst. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. 19. dagskrárliður. Það er lögð fram til kynningar fundargerð nr. 300. fundar stjórnar Norðurorku frá 20. ágúst síðastliðnum og orðið er laust. Kveður sér enginn hljóðs. 20. dagskrárliður í dag. Lögð fram til kynningar fundargerð aðalfundar Tjarna EHF frá 18. júlí síðastliðnum. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki. 21. dagskrárliður. Það lagðar fram til kynningar fundargerðir funda númer 72, 73 og 74 og 75 samtaka orkusveitafélaga. Einhvern sem vil taka til máls. Og svo er ekki. 22. dagskrárliður. Lagði fram til kynningar fundargerð 30. fundar stjórnar leigu íbúða Þingeyjarsveitar HCS frá 7. september síðastliðnum. Einhver sem vill taka til máls. Svo er ekki. 23. dagskrárliður. Lagði fram til kynningar fundargerð 65. fundar stjórnar SSNE frá 4. september síðastliðnum. Einhver sem vill taka til máls. Svo er ekki. 24. dagskrárliður. Lagði fram til kynningar fundargerð 951. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitafélaga frá 30. ágúst. Einhver sem vill taka til máls hér. Svo er ekki. 25. dagskrárliður. Lagði fram til kynningar fundargerð 237. fundar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 18. september síðastliðnum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Dagskrárliður 26. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á haustþing SSNE föstudaginn 4. október næstkomandi klukkan 11. Staðsetning lá ekki fyrir þegar að þessi inngangur var ritaður en það er víst ljóst að haustþingi verður í Hofi á Akureyri. Á fjórðafundi sveitarstjórnar 7. júlí 2022 voru tilnefndir eftirtaldir fulltrúar á ársþing SSNE, Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson og Jóna Björk Hlöðversdóttir. Og þetta er lagt fram til kynningar, orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Dagskrárliður 27. Það er lagður fram til kynningar ársreikningur leigu íbúða Þingeyjarsveitar HCS. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Og 28. og síðasti dagskrárliður okkar í dag. Það er lagð fram gögn frá flugklassanum þar sem staða klassans var kynnt samantekt sveitarstjóra hér í upphafi fundar.
kynning á stöðu flugklassans. Nú áður en fundi verið slitið þá láðist okkur að varðandi breytingu að nefndaskipan að þakka þeim sem að hverfa úr nefndum fyrir velunnin störf og óskum þeim alls góðs í framtíðinni og velfarnaðar. Fundið er slitið og klukkan er svo mikið sem 14:56.